bara segja upphátt það sem manni finnst og það líka alveg, ég man alveg, ég á alveg vini sem hafa verið svona, þú þarf alltaf að passa þig hvað þú segir sem listamaður og það alveg hluti sem ég hef ekki nennt að snerta á. Ég þoli ekki þegar einhver kallar Snorra nasista, af því hann svo augljóslega ekki nasisti. Hann alls konar gott, hann líka alls konar bara skrítið stöf, en hann ekki nasisti. Það ekki búið að vera stemming í því að vera vinstrisinnaður undanfarið, af því að það svo mikil uppsveifla hinum megin af einhvers konar og síðan svona bullies. Þú einn af þessum bullies, svona bullíamenn. Útlendingamál upp á yfirborðið og ég vil allavega eins og ég horfa á þetta þegar ég verið að koma með einhver input inn í það. Þau snúa miklu meira bara svona, getum við talað fallega. Þau snúa ekki það að ég sé að segja það ekkert vandamál til staðar, skilurðu. Þú og Sölvi voruð, það voruð greinilega með all sponsorinn þína og hans. Það? Ég veit ekki. Ég tek ekki eftir þessu. Nei, ég veit ekki. Ég neitar með svona sponsdæmin, Já. Ég Hjörvar Haflega, sem mann kallt það samstarfsaðila. Já. En ég nefnilega hef ótrúlega mikið verið að pæla í þessu, hvort að maður að vera að peppa eða hvort að maður ekki að vera að peppa, hvað maður megi peppa. Vorum að tala um núna rétt ára og byrjum að taka upp að þú ert með einhverja hömlur á það hvað þú ert tilbúin til þess að vinna með. Já, og við vorum að tala ég hef fengið tilboð að auglýsa nikotín og ég fengið tilboð að auglýsa svona veðmálasíður og það ég ætla ekki að ljúga, mér alveg kýtlað í að vera eitthvað svona, það var alveg næs að fá bara 200 skall laðin inn á mig fyrir að posta eitthvað hvað ég að fara að betta á einhverja íþrótt sem ég horfi ekki á, En ég setti mér bara svona, ég var bara, ok, þarna, mér finnst eitthvað sick við þetta. Og ég ekki á móti, veðmál síðum. En ég á móti hvernig þetta er markasett í dag. Og mér finnst þetta vera svona, mér finnst þetta smá siðlust hvernig þetta er markasett. En það eiginlega út frá því að fólk í þeirri stöðu það getur ekki gert neitt annað, að þetta er ólöglegt. Og það þarf keyrið eitthvað annars staðar frá. Þannig að mér finnst við líka svona búin að neyða fólk dálítið í þá stöðu að okkur þú ert með vöru, þú mátt ekki auglýsa hana, ok, fyndu loophole og loophole bara að fyrirmyndir barna séu bara í Coolbet peysu með EpicBet núna. EpicBet virðist vera eitthvað svona kóngurinn núna í að Já, ég nefnilega, ég svolítið dreif línuna við börnin einmitt, Ég er alltaf að tala ég verið til að tala mikið svona símabann í skólum og til að samfélagsmiðlabann og fleira því líkt og það var fólk alveg, þú talar um frelsi og ég var að börn eru heimsk, Og það alltaf góðu, það allir heimski þegar þeir voru börn. Það enginn sem horfði tilbaka og sagði bara, ok, og gáfaður þegar ég var kringu tvítugt. Ég veit hvað meinar. Mér finnst þetta svolítið harsh að segja börn séu heimsk. Ertu ósammála? Að börn séu heimsk? Já. Þú veist, ef við tökum samhengið af því sem ég þekki í samfélaginu og þá þau... Varst þú heimskur þegar þú varst krakki? Já, nákvæmlega, skilurðu. En ég held að, ok, ég veit hvað hún meinar, en á sama tíma það fyrir þetta samingir, þess að sonur minni núna, hann var í gær bara að fatta, eitthvað svona reikningsformúlu, eitthvað svona 10 + 8, eitthvað svona, ef ég fyrir þessa leið þá það auðveldara, og ég þetta sniðugt. En auðvitað hann samt ennþá heimskur. Já. En ef þú tekur samikið fullorðnar mannesku og notar það, en síðan eru áttu börn eða? Já. Já, þú veist, þá veistu líka að þau eru svona tilfinningarlega klár og þau vita miklu meira en við gefum þeim oft og börn skynja hluti allt öðruvísi og þau eru miklu hreinni hvað varðar að það ekki búið að sýkja þau af samfélaginu af Coolbet og EpicBet Já, og líka bara skoðunum, skilur þau eru ennþá bara með svona hreina reiði og þau eru leiði yfir hlutum bara því þau eru leiðir hlutum, þau fara að gráta því þau fara að gráta sem svona lærum við smám saman þú veist, ég búin að læra hvað ég má gera skilur ég er ekki, ef mér klæja geðveikt í rassinum heima, þú veist, þá læti ég kannski bara vaða, en ég er ekki bara að gera hér, þú veist, það bara svona samfélagsleg, það bara okkar gildi í þessu herbyggi, að ég er ekki bara að vaða í rassinum mér, skilur. Það er látað mjög heimilislega hennar, Ég dæmi ekki. Nei, en það er alveg, þetta er rétt, það er bara munur á því að vera klár og gáfaður,
það bara, börn getur verið rosalega klár en þau eru ekki sérstaklega gáfuð, Já, sko ok, það er ekki þetta er gáfulega góð hugmyndir, sko En ég held að punkturinn sé sem við vonum að tala um hérna áðurinn með kvöktum og kamerunum sko, eins og nikotín gildran sem að ég er on og off ég er off núna, en ég er búin að vera on og off bara í henni síðan ég var 13 ára eða eitthvað Mér finnst svo, það er svona líklegra og látur hann að vera ef þú sleppir svo með úr bad af því að þú ert líka að segja 25 ára og þú ert eitthvað ég ætla að prófa eitthvað snu þá er ég bara, þá er þú fokkin heimskur, skilur en börn er ekki með varnir gagnvart þessu ég ætlum að spyrja bara að reykja af því að það voru bara fyrirmyndina mínar voru að reykja það er ekki að tala um mömmu og pappa heldur bara, líka mömmu og pappa en líka einhverju gaurar sem voru í hljómsveit sem heit Amos og þeir voru að spila hljóðfæri og ég var bara ég ætla að reykja eins og þeir skilur og ég hafði enga varnir gagnvart því og síðan fattar bara ekki allt í einu ertu fastur í nikotín gildrunni og sama minnst þeirra verra að horfa á þetta með þetta veðmáladæmi það var bara ekki það var kassin þegar við vorum hvað mótur þetta? 91 Já, það var kassin Já, og kassin var alveg nógu slæmur það Já. var sumir sem fjall í kassan það er rétt en þannig ertu bara með einhvern veginn þetta er í símanniðinum og börn eru náttúrulega við getum tekið síma umræðu alveg bara allan daginn börnin mín er ekki með síma og samfélagsmiðla og það er af þeirra ástæðu að því þau gætu þá bara farið inn á Coolbet skilur eða Instagram og látið plata sig og mest veist, ég fór þjóðatíð að spila með þjóðatíðalægja fyrir 3 árum með eitthvað og því fór í Herjólf bara svona takinn stemminguna og ógeðslega mikið að liði í Coolbet peysum og ég labbaði fyrir einhverjum hópa strákin er þið sponsorar Coolbet? Nei, eitthvað ég er þið bara í þessum ljóta peysum? Er þið bara í þessum ljóta peysum? Og þeir ekki að fá borga fyrir það ég skil alveg að farið 200 skall á mánuði eða whatever skilur að þú frestist til að gera svona hluti Já Nei, þetta er áhugaverður punktur, sko ég það er líka ákveðin svona hvað við segja, svona, það er svona stemmingsára yfir einhvern veginn öllu sem við kemur ungu fólki og það hefur mikið að gera með svona tónlistabransan og ég hef alveg pælt í þessu út frá þú veist, ég var með erpirna fyrir ekkert svo löngu Dóra, náttúrulega oft og ég hef alveg svona pælt í þessu út frá svona stemmingu sem að hefur mótast með ungu fólki og talar á þjóðatíð, ég man þegar ég var að fara í þjóðatíð þá þú veist, skrýtnasta var örugglega þú veist, stelpurna sem voru alltaf í eða strákarnir sem voru alltaf í svona einhverjum sérkennilegum peysum, já, Henson með einhverjum skilaboðum, svona mitt eða þitt tjald og með einhverju númeri eða eitthvað þannig og það svona, já, ok, þetta er skrýtið en núna er þetta einhvern veginn orðið þú veist, ótrúlega einhvern veginn merkjabundið, þetta er rosalega mikið skilur það er Coolbet, það er Epicbet, það er skilur Svens, það er þetta og það hefur kannski miklu meiri svona áhrif á stemmingu úlinga er orðið miklu svona hreyfanlegri þáttur í því hvað þau eru að pæla í, hvernig þau pæla hlutunum Instagram náttúrulega, allir einhvern veginn En er það ekki bara því að við erum orðið svo gegnsýrð af því að við viljum vera séð og ég skil það ef við förum í eitthvað svona grunntilfinningu sem er bara að vera manneskja þá er það bara klappa baki frá mömmu var bara best bara, og ég er taka eftir þessu gennum börnum mín þau eru bara sjáðu þetta sem ég geri eða sonur minn hleypir inn og bara tjekka þetta og hoppar hring og ég bara shit hvað það er þetta skilur og síðan verðum við bara eldri og þá fyrir við kannski einhver fyrir að gera eitthvað keramik og einhver fyrir að gera músík og einhver fyrir að spila gítar og bla 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 en alltaf viljum við vera séð og það er ekkert og ég get svona það er einhver punktur að myndist þegar ég fór á hjólabrið þegar ég var lítill það var ekki gaman að gera kickflip og ná því og enginn sá það en núna er bara gildin orðin allt öðru sem við erum komið með Instagram smám saman, fyrst var þetta eitthvað síðan fór þetta snúast aldrei meira segja mér líka, ég man fyrst var þetta bara eitthvað mynda vegg heima á mér eitthvað bla, eitthvað caption en núna snýst þetta geðið mikið að ég er að reyna að sýna fólki eitthvað líf sem ég lifi og einhverja glansmynd að því og ég er alveg sýrður á þessu líka og þannig að ég held að punkturinn inn í end er að ég man þegar Nokko kom fyrst og fólk var alltaf bara geðið til í að láta lít út fyrir að vera að fá frí að Nokko sem ég skildi ekki en þá var það orðið eitthvað svona statustákn að þú sért orðin nógu mikið eitthvað til þess að einhver vilji gefa þér eitthvað
þá verður meiri samfélagsmiðlastjarna og við erum náttúrulega, þetta þarf að hætta það þarf að hætta og þetta er svo og þetta er líka einhver tíman var þetta fyrst kom músíkin og þetta og síðan kom eins og bara í mínu tilfelli og ég er náttúrulega verið að sjálfa með hérna fyrst kemur músíkin og síðan fer ég að hengja hluti utan á það en þegar að hitt kemur fyrst og þú fer síðan að hengja hluti eins og músík utan á það svona sprettur upp úr því að þú ert frægur fyrir að selja mér hluti þetta er svona þetta er grillaður heimur ég hérna svo við tökum að smá svona heita kartöflóta því að ég var hérna að ræða við unga stelpu daginn og hérna ég var að spyrja, hún var að segjast vera einmitt svona samfélagsmiðlastjarna og ég var að segja já, þú veist, það er heimskulegt og hún var svona svolítið hvöss við mig það og hún fór að sýna mér, þú veist, eitthvað svona, þú veist, hún er með svona marga hérna fylgjendur og hún er að fá fullt af einhverju dóti og þú veist, hún getur rauninni bara að lifa á þessu, hún bæði að fá pening, þær vörur sem hún nauðsynlega þarf að halda til þess að halda í þennan status og þú veist, það er út af því að hún er mjög myndarleg og við fórum svona svolítið að takast á þetta. Ég sagði, já, þetta er samt heimskulegt, skilur, það er einhverjum tímapunkti þá myndi bara, skilur, þú myndi eldast og þá er þetta minna merkilegt og eitthvað þannig og við fórum, og svo sagði ég bara á andanum, skilur, já, ég er sammálaður, það merkilegasta við þig er útlitið. Og það var, já, útlitið, ég meina, þú veist, það er það sem hún var að selja, skilur, og ég sagði, já, það er kannski rétt hjá þig bara, kannski er það merkilegasta við þig. En þú segir, þú veist, fólk mun eldast og við getum tekið þetta bara í næstu hvaða samhengi sem er, þú getur sagt þetta við íþróttamann, skilur, þú getur sagt við mig sem tónlistamann, bara þú munt einhvern tímann eldast og og missa vinseldir eða, ég held að sko, ég veit hvað meinar og ég sammálaðir einhver leiti, en á sama tíma erum við að horfa bara á okkur svona, við erum samfélag og símarnir koma og þetta verður til og allt í einhver svona, kemur upp bara einhver svona rót, skilur, einhverju nýju dóti og hún getur verið jákvæð, að því ég líka fylgja bara tökum sem dæmi bara samfélagsmiðla sem snúa að einhverju sem hefur geðugan áhuga á ég ætla að horfa á hjólabretta vídeó sem er svona mitt áhugamál gauður sem er að kenna mér nýtt stöf og bara akkántina snýst bara það en síðan er hann líka bara köpti Prins Bolo, köpti þetta, skilurðu þannig að hann er að lifa á samfélagsmiðlum og það verður að einhverju það að vera myndarleg manneskja hefur alltaf verið sex sells, já. Nei, það kom ekki bara með samfélagsmiðlum, það er bara bíómyndir eða það hefur alltaf verið faktor að vera myndarlegur skadar ekki þegar þú ert að selja eitthvað stöf, skilurðu? Nei, þetta er bara sko ég þekki þetta bara ekki, ég er ekki að segja þessi ljótur, en ég veit ég flokkast ekki ég fyll ekki upp í þessu kröfu góða rót og 1.80 skilur, þetta er bara svona ég þurfti að gera eitthvað annað en ég held að sé örugglega skrítin tilfinning að fara inn á þessum forsendum að vera valjút út frá fegurð og eldast síðan í samfélagi sem er farið að segja þér meira og meira og þú megir ekki eldast. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, þetta er líka sko, ég setja þetta alltaf í samhengi við það sko, ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að við erum eignast færri börn. Og ástæðan er svo að samfélagsmiðlar eru margfaldari á einmitt þessa svona hneigð okkar til þess að vera að spóka okkur einmitt ef við erum myndarleg og það sé í rauninni að svona veita okkur athygli. Að þá þurfum við ekki að sækjast í þessa athygli einhvern veginn öðruvísi og samfélagsmiðlar er einhvern veginn
hámörkun þess hvernig við höfum svona kynferðisvætt allt og það mitt skilurðu að það merkilegasta við þig bara hvað þú ert myndalegur eða myndaleg og það þá bara kannski einhver nautn sem að þú ert búin að uppfylla og ég einhvern veginn hugsaði þetta sko að þegar við erum með þetta samfélagsmiðlunum við fólk, sérstaklega ungt fólk stundum að minna kynlíf mér finnst þetta, ég tel að þessu tengslan á milli. Ungt fólk að stundum minna kynlíf? Já. Er það staðreynd? Tölfræðilega, já. Sem alveg rosalegt sko, það ekki gott sko. Nei. Ég vona að fara að aukast sko, sérstaklega ef þið ungt þá endilega slökku þessu. Ég vissi ekki að þetta væri eitthvað faktor sko, en ég skil, þú veist, það gaman veist, ok, ég fór í svona skanna daginn, sem heitir Influence, eitthvað, sem svona taka svona heilskanna og þar fekk ég einhverja myndir og ég bara, heyrðu, ég með maga? Þú veist, því ég sá allt í einu svona röntgenmynd af líkamannum mínum og ég með alveg svona brjálaða maga, þú veist, eins og örugglega allir, skilur og ég var alveg svona, fekk alveg svona, heyrðu, maður bara, veist, kannski bara get ég fengi maga og það gaman að vera sexy, það gaman að ég skil alveg fíknina, veist, maður postar ég veit ekki hversu marga myndir ég á af mér eftir rektina þegar ég er búin að vera í Vatnsmýrinni, skilur, og búin að taka hendur og fyrst í speilinu og eitthvað svona, geimi þessa samt bara, eitthvað svona, þetta ekki alveg komið á þennan stað, sko. Þannig að, en ég held að sé hættulegt að vera háður þessu, og mikið, að vera of háður því að, og líka kannski, veist, ef að eina sem þú færið út úr því bara lækin, þá þetta komið bara svona dopamin helviti, og hefur ekki fengið svona sponsored ads frá fólki sem ekki að selja neitt. Það galnast að dótið. Hefur ekki séð það? Nei. Þú kannski bara skrolla og það kemur alltaf bara sponsored, bara mynd af liði og þú ert alveg ítir og það þau settu bara pening á þetta. Þau voru bara, ég verði að fá meiri like, ég verði að fá meira út úr þessu. Já, jú, ég hef séð þetta. Ég pælti í þessu sjálfur. Það finnst mér vera alveg svona, ef þú ert byrjar að gera það og ert ekki að selja neitt, það eitthvað sikt sko. Já, svo enda líka sko, þú veist, og núna einhver að hlusta og hlæja að okkur að það einn tónlistarmaður sem vinsæll á Íslandi að spila fyrir alþjóð og einn sem að bá svona sínum skoðunum allan daginn að kvarta við því hvað fólk athyglisjúkt sko. Já, ég veit sko, ég gerir mig grein fyrir því að í grunninn þetta ekkert, ég á mér þess að dást af einum vinum mínum í gær sem hann reyndar, þú veist, hann í venjulegri vinnu en hann hefur líka alltaf gert músík bara frá hann lítill og hann góður tónlistarmaður, hann ekkert að sækjast í vinsældir og ég nefn ekki svona nefna hann bara til að vera ekki að setja hann on the spot. Ég hugsa, vá, hann svo hreinn gagnvart þessu, hann bara að gera músík af því það hreyfir eitthvað í honum hjartað og blóðið og ég með þetta mamma sjáðu mig syndrom á einhverju svona háa leveli og ég elska það. Ég hef alltaf verið bara svona, ég myndi segja ég væri, þú veist, 60% performer, 40% tónlistarmaður. Mér finnst hinn hliðin. Hvað meinar því að þú aðgreinir þetta eins? Mér finnst bara, mér finnst gaman að fara í stúdíó og mér finnst gaman að semja músík, en mér finnst miklu skemmtilegra að standa fyrir fram fólk og performa og fá hlátur eða grátur eða, að svona, að vera með hennan veldisbrota sem að mikrofón fyrir fram á fólk og lega fólki að vera partur af mínu og klappa fyrir mér og þú veist, og þetta það ég veit ekki, það næri mig að vera leikustjóri einhvern veginn. Þannig að já, þess vegna fór ég líka í uppstand líka og þetta ekki bara, ég nýt mín bara rosalega vel á sviði, en músíkin þarf náttúrulega að vera, hún grunnurinn á þessu öllu, þetta kom allt aðan. Já, ég pælti í þessu sko og svo náttúrulega þá verður þetta svolítið, það vorum að tala margfaldar aðan, orð sem ég nota ekkert svo oft, en eins og með athyglinna, þegar þú fara neikvæð athygli, eins og það var einn mann og ekki voru ekki vísið þar sem hann sagði að þetta var eins og að fara til helvítis að fara á tónleika hjá þér. Nei, hann sagði það til helvíti og jörð. Það þarna.
Það var jólatónleikana mínir. Það er svo ógeðslega gott, sko. Mér finnst það helviti gott. Ég hef ekki farið á jólatónleika alltaf lengi, ég þarf að skella mig næst. Út af því að, en svona, út af því að, sko, ég hugsaði með þessa neikvæða athygli eitthvað, ok, það mun 100% hafa jákvæð áhrif. Bara Já, hann fór of neikvætt. Já. Þú veist, hann fór, þetta var Jónas Sen, ég held, sko, nú veit ég ekki mikið, ég held að hann sé klassísku píanuleikari og ég veit að hann var eitthvað að gera með Björk og síðan hefur hann bara verið eitthvað svona dálítið að kvarta á netinu yfir tónleikum og þetta var ógeðslega fyndið að ég vakna þetta er svona 3 dögum eftir gig ég veit ekki hvort þú þekki júlavinnu konsertu eitthvað það er bara, þetta er eiginlega, við köllum þetta sýningu frekar en tónleika og það er ekkert í raun og veru byggum þetta til sko 2017 sem grín mótsvar við því að það var aldrei neitt að gera hjá röppurum í desember og ég hugsaði bara, herru, gerum bara plaggat það sem ég bara, og við tókum hana Jólgisti Björgvins og við gerum bara, vorum bara með plaggat til liðina og endur gerum plaggatið, köllum þetta júlavinnar síðan smám saman breyttist ég bara í einhverja svona fígúru eitthvað svona, haha, Helgi Björns og Sigga Bendins og síðan er ég bara eitthvað svona Sigga Bendins í dag, skilur en ég ég held já, ég vaknaði við skilaboð þessi 20 skilaboð frá einhverjum og kona mín eitthvað, og síðan byrjaði ég að lesa og ég sé bara, shit, það er júlavinnur, fekk bara 1 stjörnu og ég bara, herri, þetta er fátt sem byrjaði bara að lesa og ég bara þetta er besta sem ég gerst fyrir sýninguna frá upphafi, held ég að þetta er svona draumur minn að einhver sem að fattar ekki að við séum í einhverjum húmor og bulli og kjaftaði setst niður og bara jæja, nú með jólin koma og bara svona eitthvað svona móðgist og sérstaklega fyndi að hugsa til þess ég var með svona hann sagði sko ég hef verið að guðlast í sýningunni og ég var með svo ég leigði wrestlingauðra sem að slóu, voru búin að gera atriða sem að Jólasveinninn og Jesú voru að limlesta hvern annan eitthvað svona og mér er svo gott að einhver hafi farið með konunni sinni og verið bara nú bara byrja frostrósir eða eitthvað svona og þetta gerist en síðan líka annað talandi um sponsa sko júlavinnur gæti ekki verið sponsaðar í sýning hún er bara svona frá A til Ö bara svona en húmórin er eiginlega ég fer hringinn sko ég sponsa hann það mikið að þú ert bara þetta er fyndið og sponsanir ráða ekki mynd hvað er gera inn í sýningunni þannig að þess að við vorum með netto wrestling atriði, bla og það er eiginlega erfitt að útskýra þetta en þetta er algjör snilld þessi sýning Mér fannst þetta allavega mjög fyndið sko en talandi um það þú veist það eru margir sponsor við vorum að tala um sponsan áðan þú ert listamaður hversu sko út af því að núna hafa einhverju talað um það að það sé í rauninni takmarkandi þáttur og ég hafði áhyggjur af þessu þegar ég byrjaði með samstarfsaðila og ég reyndar gerði þeim fyllilega grein fyrir því ég segi bara þú veist ég er með svona tiltölulega ódýrari kjör en á móti þá fáið þið bara ekkert um það að segja hvað ég segi og hvenær ég segja það við hvern þegar þú ert listamaður í þessu ertu takmarkaður eitthvað að þessu? Já, smá ég hef alveg fundið svona eins og einhvern tímann voru við sponsaðar af Dominos og sem ég er ekki lengur júlavinnur þá ég persónlega, ég sjálfur er ekki ég sponsaði 66 en ég held að það sé eina sem ég sponsaði af eitthvað svona official dæmi en ég man eftir ég bara, mér fannst Dominos bara ekkit góða pítsur og ég man eftir ég var svona, gæti ekki talað um það þannig að það getur verið hamlandi að vera með eitthvað spons og get ekki tjáð sig nákvæmlega um það en ég er svona reyna að leggja í vana minn að láta það ekki hamla mér auðvitað ef þú ert sponsorar Coke þá ert ekki að drekka Pepsi in public það er bara svona basic stuff en að maður sé ekki að láta þetta stjórna umræðinni eða stjórna hvernig maður sko eitt af áramótaheitunum mínum var að reyna að vera flekklaus í orði þú veist bara ef að ég er að tala einhvern veginn um þig eða podcastið þitt eða whatever að ég geti sagt það við þig líka að maður sé ekki með eitthvað svona tvískinnung í gangi þegar þú sést eitthvað svona ég er alltaf að segja þetta en síðan hitti ég manneskinu og segi þetta að því ég er alveg sýktur af því bara eins og held ég bara flestir en að maður geti svona bara segja upphátt það sem manni finnst og það er líka alveg, ég man alveg ég á alveg vini sem hafa verið svona þú þarf alltaf að passa þig
hvað þú segir sem listamaður og það alveg hluti sem ég hef ekki nennt að snerta á sem opinber manneskja bara því ég nenni ekki að vera tekin undir eða lenda undir ykkur lest eða whatsoever, það har oft verið þannig og ég hef líka lent í að segja eitthvað eitthvað og vera tekin fyrir, það alveg nokkur sinnum sko. Hvað var það? Bara í gegnum tíðina sko, nýjasta dæmið eiginlega bara þegar ég nú sakar ég þér hérna nýjasta dæmið eiginlega þegar ég fór að tala útlendingamál hjá Gísla Marteini það var aldrei fyndið, ég fylgdist með aldrei fyndinni umræðu í kjölfarið á Twitter eitthvað svona sem var svona ef ég maður kalla hægri Twitter sko, fóru svona dálítið í eitthvað svona hann svo woke eitthvað svona, hann svo woke og og það var eitthvað svona, ég sá nokkur tweet sem var eitthvað Hallgrímur Helgason og MC Gauti eins og ég væri með eitthvað svona feðgar eða eitthvað, ég veit það ekki meðan það aldrei fyndið og ég einhvern veginn fór að horfið aftur á þetta og ég sá ekki hvar ég var vók í þessu samengi en þá var ég tekin úr samengi fannst mér og þá var ég bókstaflega að segja þessi setning setjum Íslendinga í fyrsta sæti sem að auðvitað ég einhvers staðar sammála því að gera vel við mitt fólk skilurðu en ég get ekki sagt með hreinni samvisku ég vil bara setja alla Íslendinga fyrst að því kona mín bara frá Serbíu og punkturinn minn var bara ég get ekki verið að bara segja þetta ef að bara heimili mitt multikultúral þá var ég svona dálítið svona herri, það við hérna og Jóvanna þú þarfst aðeins að bíða og ég bara benda fannst mér á þetta og þá var það bara hann svo woke eitthvað svona og meðan það fyndin faktor að minnst fólk taka sama hvað það taka hluti úr samengi og matreiða á sinn hátt og minnst alltaf vera svona erfiðari stemming milli skoðana það við bara virðumst ekki geta átt spjöllum hluti og minnst líka dálítið súrt fyrst við erum að fara inn á þetta dæmi að eins og Snorri Másson hann segir fullt af hlutum sem ég hef gaman af eins og bara hvernig hann að verja íslensku ég er tím bara allt sem hann að segja þegar kemur að því en á sama tíma ef að ég og þarna fer ég í svona ég fann að ritskoða sjálf mig svona á ég að læka þetta því ef ég læka þetta verð ég þá tekin inn í mengi af hlutum sem hann var að segja þetta sem ég ekki sammála og minnst þetta var svo mikið galli og þetta hluti sem ég líka að reyna að laga bara ef ég sammála einhver þá get ég alveg verið sammála ég þarf ekki að vera sammála öllu sem einhver segir við sko að tala en við eigum það til og mér finnst þetta glatað við eigum það til að eins og þessi flokkspólitík hún á það svo mikið til að vera bara bókstaflega það sem að liggur í orðinu við flokkum okkur einhvern veginn og þá höldum við með öllu sem þessi segir í þessum flokk og það má enginn segja neitt ljótt þetta sem þessi af því þá ertu að svíkja flokkiðin og minnst þetta vera svona grunnurinn á því af hverju þetta sökkar alltaf ég nenni ekki að pæla í þessu. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar.
Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Nei, ég nefnilega hef verið að pæla í sundarfarið að til dæmis bara núna nýverið þá ég búinn að fá, Þorbjörn Sigríði sem dómsmálaráðherra, Jóhann Pál sem orku og loftslags og umhverfisráðherra og verið að fá svona ýmsa mín til þess að ræða þessi mál og ég fæ skammir, ég til dæmis eins og þegar ég fekk Jóhann Pál og þetta Þorbjörn Sigríði líka, fekk ég rosalega skammir frá hægrimönnum fyrir það að hafa verið allt of soft og svo fekk ég rosalega skammir og sá að vera drullið með á netinu fyrir það að hafa tekið á þeim eins og ég myndi aldrei gera við miðflokksmann eða sjálfstæðismann og þegar ég fæ þetta beggja megin þá ég bara yes. En hver að skammaðast af því ég hugsa, ert þú að stjórna einhverju umræðu eða ertu að þú veist hvað tala eins og fyndi hver að skamma þig fyrir að vera það bara einhvern svona skilaboð frá bæði aðdáendum og fleira En myndir ekki segja er ekki svona meiri þungi af áhorfendum svona hægri sinns sem er svona aðdáendur á þessu Jú, 100% en ég er alltaf bara þetta að ég er harður frjálshyggjumaður og ég meina ég er oftar sammála hægrimönnum frekar heldur en vinstrimönnum en ég aftur á móti fæ til mín eins og ég er alltaf að fá skammir aðalega líka fyrir það, ekki skammir, þetta er skrýtaskjölda skammir ábendingar það að vera að skemmtilegustu þættinum minnir séu við vinstra fólkið og það séu bestu þættinir þegar fólk getur sest niður og rætt hlutina sama og ég lærði þetta eiginlega bara Máni Pétursson kenndi mér þetta ég back in the days var dálítið svona bara fuck sjálfstæðisflokkur eitthvað svona og það skipti engu máli hvað var í gangi og var svona kannski að hata eins á fólk og hann sagði bara þetta er svo lúðalegt guti þú átt að geta og hann sjálfur ekki sjálfstæðisfan hann sagði bara þú átt samt að geta sest niður með hverju sem þetta er bara manneskjur með skoðanir og þegar við föttum líka þegar ég fatta og ekki fatta ég er að lesa núna bara í fjórðaskipti eitthvað lífsreglun og 4 sem besta bók í heimi af því hún er bara hún kemur svo mikið inn á bara hvað við erum og hvernig við eigum ekki að vera og í grunninn þess eins og við vorum að tala börn á hann við fæðumst hrein og við fæðumst inn í það sem er kallað the dream og síðan er verið að kenna okkur draum samfélagsins og það fer algjörlega eftir hvar hún lendir bara þessi með þessa skoðun og hann er að segja þér þetta á fullu og þessi er að segja þetta og það er ekki fyrir að vera fullorðinn þess að þú farir svona að brjóta þig smá út úr þessu ef þú ert svo heppinn og fatta bara ég er ekki sammála því sem foreldrar mínir voru að segja ég er ekki sammála því sem þessi var að segja og einn af þessum faktorum er ég alin upp bara aðra hverja helgi í Mýr sem er menningatengsl Íslands og Rússlands þannig að afi er harður kommunisti og pabbi er ekki kommunisti en hann er þetta er svona vinstri leggurinn og síðan kem ég og ég finn ég er sammála mörgu og ósammála öðru en ég fæ bara einhvern veginn að vera ég sjálfur og finna mig í öllu ef ég á flokka sjálfur mig þá finnst mér ekki ég er bara í einhverju miðjum móði alltaf sammála báðum liðum að einhverju leyti en já, það er búið að vera þú veist en svo er þetta einhver leiðileg stemming mér finnst bara að vera leiðileg stemming þetta er ekki leiðileg stemming jú, hún er leiðileg af því það er svona við erum að ímynda okkur þetta samt það er alltaf einhverju lunatics beggja megin sem eru alveg bara svona og þú veist það er eina fólki hversu oft skrifaru undir Facebook-færslur á Vísi aldrei að því ég er ekki geðugur nei, nákvæmlega að því ég er ekki það ekki nákvæmlega punkturinn að því ég er ekki að gjörsamlega geðugur en ég veit á að það er ótrúlega að fylgjast með þessu það eru mestu lúnatekarnir sem gerir þetta skilur það er punkturinn þess vegna er þetta ekkert svo slæmt eins og við höldum nei og það er hvernig á ég að fara inn á þetta það er ekki búið að vera það er ekki búið að vera stemming í því að vera vinstrisinnaður undanfarið af því að það er svo mikil uppsveifla
hinum megin af einhvers konar og síðan svona bullies þú ert einn af þessum bullies svona bullíamenn og pikka menn út sem eru þú veist kannski reiðir og mæta og segja vitlausa hluti og eitthvað en þú veist það gaman að vera líka á kantinu bara eitthvað að fylgjast með og ég segi aftur ég flokka mig lítið sko en voru listamenn þú veist ok tökum rappsenuna sérstaklega og það það sem þú tekir best voru rappar einhvern tíma vinstri sinnar því mann skilur þeir voru að mæta skilur í Gíslamartein eða eitthvað svona og það voru alltaf að segja þú veist hvað lög í heilbrigðiskerfið þú veist fuck Þorsteinn Már og sjávarútvegurinn maður það er svo ömurlegur voru við að gera það var ekki bara erpur kannski er ég svona smitaður að því að hlusta þér en svo aftur á móti ég meina þú veist svo einhvern veginn þegar maður talaði við rappara þannig þú veist eins og herra Hnittusmjör eða eitthvað hann bara að tala peninga og græða meira en þú veist sko, þú er svo rosalega póla þarna sko ég held að í grunninn þegar að þú voru áttað á því að rapp var jaðarsport fyrir nokkrum árum það allir búin að gleyma því ég var að spila á ég fekk að spila á þungarokkstónleikum fyrir svona 3 árum með Únimi Sér og ég að spila líka Rúnar Hróði og svona Rúnar Hróði og Benny Bent sem trommað mikið með mér og þannig kemur tengingin inn og ég stend svona og ég alveg akkur líður mér þessi heima hvað þetta, þú veist, akkur kannast ég svona og það ekki það voru allir í leðurvestum og með sítt skegg og í einhverjum svona döðroksbólum og ég var samt bara svona, hvað það sem ég að þekka hvað andru svona, og þá var ég bara rapp var svona fyrir nokkrum árum það voru bara nokkri dudes með durag og pýr í fútbolgöllum og það var öllum drull, það vildi engin neitt með rapp hafa af því þetta var jaðarsport og það var það ógeðslega lengi og þá voru við litli kallinn, skilurðu það var ekki cool að rappa peninga og ég man mér sem Rottweiler ef þú hefði komið með eitthvað svona eitthvað nokkuspons back in the days, það hefði verið bara þú hefði verið bara fuck you, skilurðu bara sell out bara hórainn, bara þau rullaður í mjög eitthvað svona, en síðan þetta náttúrulega bara smám saman síðan fyrir að ganga vel hjá Erpi og mér og Wolf og herra Hnittusmjör og við förum að rappa einhverju hluti eitthvað svona ég ætla ekki að láta eins og ég hafi alist upp í einhverju getto, skilur alin upp í Seljakörnu en þú veist, maður samt kemur frá einhvern veginn engu og býr til einhvern feril og hann verður svona maður verður montina, ef maður fyrir að rappa það unga fólki sem hlustar á mann heyrir mann, ég basically rappa eins og Rottweiler rappuðu, síðan kemur einhver annar rappar eins og við erum að rappa og síðan kemur einhver annar rappar eins og þeir eru að rappa og endanum verður þetta bara svona skuggi á skugga, veistu hvað ég tala og þannig að það einhvern veginn það sem við heyrum í dag sem að þess vegna maður alltaf eitthvað svona þetta unga fólk, það bara því að maður þetta einhvers konar birtingamynd af sjálfumanni glansmynd af sjálfumanni aftur sko. Og ég held að ég held að muni aftur koma indie-sena og ég held að rapp muni aftur fara undir á einhverju tímapunkti en já, kannski punkturinn minn var að ég held að vera meiri stemming fyrir því að vera á móti þeim sem voru við stjórn sem var þá, þú veist Sjálfstæðisflokkurinn í rosalega langan tíma nema bara rétti til hrun og eitthvað svona en að rappara núna fara að tala um skattalækkanir og fleira til þess að vera á móti vinstri ég held að sé allavega eins og fyrir mína part er ég bara meira að reyna bara svona fjarlægast þetta og fatta bara að við erum með stjórnmálafólk til þess að pæla í þessu alveg svo við erum með tónlistafólk til þess að aðrir þurfi ekki að semja músík og ég auðvitað finnst mér gaman að taka þátt í umræðunni en ég nenn ekki að opna djúpa fréttir eitthvað svona einstaka mál og kynna mér geðið mikið hvaða flokkur er að segja hvaða mál en síðan auðvitað kemur dót eins og bara útlendingamál upp á yfirborðið og ég vil taka allavega eins og ég horfa á þetta þegar ég verið að koma með einhver input inn í það þau snúa miklu meira að ég bara svona getum við talað fallega þau snúa ekki að ég sé að segja það er ekkert vandamál til staðar skilur þau snúa meira að bara svona við skulum ekki leyfa okkur að tala eins og rasistar tala af því þá
verðum við rasistar, en það er ekki rasíst að velta fyrir sér hvort við megum gera hluti betur eða hvað við erum að gera og hvernig getum við tekið betur á móti fólki og ég náttúrulega fæ líka bara að sjá þetta. Ég fæ ekki sjá þetta en ég fæ að heyra þetta, ég meina kona mín er flóttamaður en hún kemur náttúrulega í allt öðruvísi umhverfi, svo hún kemur sko 96 frá Serbíu og með Rauðakrossinum, þannig að það er ekki alveg sama, hún er kvótaflóttamaður, það er ekki sama batteri og liðir að koma hérna í þúsundum kannski út frá einhverju og það er ekki sami infrastruktúr sem tekur á móti þeim, en ég fæ samt að sjá bara svona hættum að tala um fólk eins og það sé ekki fólk og það er allavega mitt ákall og hættum líka að kenna útlendingum vandamálið, þeir koma bara, þeir eru hérna, ef það er ekki umferðarljós einhvers staðar á hættulegri götu þá verða slys, þannig að þá þarf einhver sem er að gera göturnar andra bara að setja upp ljósin og búa til einhvern infrastruktúr sem virkar, en þú getur ekki öskrað á gauri sem er bara gang eitthvað, það er engin ljósina, Já, veistu hvað ég meina? Ég veit þetta er kannski stúpid og naív myndlíking að fara í Nei, þetta er ekki stúpid en ég hef náttúrulega sagði þetta, ég var að tala við Helga Hrafn núna fyrir bara gær, jú og hérna varum að tala um þetta við hann, ég held að útlendingamál er ekkit útlendingamál, þetta er bara fólk hefur áhyggjur af samfélagslegum breytingum sem við erum búin að sjá á öðrum Norðurlöndum og þá ertu náttúrulega bara að koma með ótrúlega heita kartöflu út af því að þá ertu sko ekki bara að koma með við og hinn, heldur við og hinn Hlaðvarp er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Og það er bara, ég skil alveg að fólki finnst óþægilegt að tala um það sko. Mér aftur á móti, ég náttúrulega bara hef talað um þetta. Þetta er heitt umræðefni og þetta er til dæmis eitt af þessum umræðefni sem ég þess að fyndi að segja hef forðast mindsetið þín og opna á þetta. Þú vildi tala um transmál, Ísrael, Palestínu og bókið og alls konar svona hluti. Nei, ég veit ekki, þetta er svo mér finnst vera útlendinga heift sem að kraumar, en mér finnst líka allt í lagi að við opnum á það og ræðum þetta og þetta komum på yfirborðið og við bara svona finnum út úr þessu af því að það má ekki heldur bara svona þagga niður í einhverju hluta samfélagsins sem er með eitthvað svona bla bla bla, en ég verð að segja að þetta er svo fyndið dæmi þegar, hvað var ég að tala um? Ég held að þetta hafi verið hvort ég hafi verið að tjá mig um þetta líka eitthvað aðeins á MBL, eitthvað svona útlendingamál, þá fæ ég sko skilaboð sem er eitthvað ok, hvað eru margir útlendingar ok, hvað eru þá margir flóttamenn sem búa heima á þér? Og ég svona 1, 2 og síðan mamma í ofinu býr aðeins neðra ég 2,5 já ok, þú ert allavega ekki úr Breiðholt eins og ég ég er úr Seljakörðu og Bökkunum og síðan fekk ég skilaboð sem var bara þú ert föðurlandssvikari og þannig hafði ekkert það var ekki inputið, það var einhvern veginn svona þetta var svo skrítið skot út frá því að ég var að ræða svona hluti eins og ég væri ekki að finna fyrir einhverju dæmi sem væri að gerast og ég geri mér alveg grein fyrir að ég er kannski alveg úr samenginu í dag, býð út að Seltjarnarnesi sko og allt er góð heima á mér svo er bara föðurlandssvikari en pældi svolítið ég líka út af því að þetta er góða punktur með það sem við vorum nákvæmlega að tala um aðan það sem við vorum með bara pæli í þessu svona á hverju er umræðan svona léleg þessi maður er 100% í kommentarkerfunum á Vísi en ég er að segja að þetta er ekki vandamál sko. Nei, vandamálið er að þessi gaur skemmir síðan fyrir rosalega
Það er bara því að við erum alltaf að tala það eitthvað, hver umræðan svona polariseruð? Já. Þetta bara einhver svona hálfgerða lunatic, Já, ég veit það, en þarna, við þurfum einhvern veginn bara svona, það væri ekki svona klift sikkur megin á bara bæði þeir sem að, því það sem ég að fara að segja núna, til dæmis gæti flokkast bara sem mega rasismi. Ég fór í manni hvort ég var Fellaskóla eða Breiðholtsskóla, eitthvað að sækja krakkan út í íþróttum og ég lít svona og það eru svona snagarnir allt í kringum mig og þetta var fyrsti annar bekkur eitthvað af 20 snögum voru 2 Íslendingar. Það er tölfræðilega rétt. Já, en ég hugsaði vandamálið er ekki að séu 18 útlendingar, vandamálið að þið settu alla á sama stað og það verður að vera eins og þú ferð í Fellaskóla og síðan ferð í Hólabrekkuskóla, það er bara gigantískur munur og ég man ekki, það eru 2 skólar í Keflavík út í Háaleitiskóli í Keflavík og Reykjanes og Stapaskóli, ég man ekki hvað hann heitir. Allavega, þar ertu með 2 svona skóla, það er bara Íslendingaskólinn og Útlendingaskólinn og síðan ertu með, eins og ég nefnilega, ég spilaði á sama kvöldi einu sinni, þetta fyrir nokkrum árum, þá spilaði ég í Breiðholtsskóla og seinna daginn, kvöldið þá spilaði ég í Garðaskóla og stéttaskiptingin sem ég sá bara milli þessara hverfa, skilurðu, hún var svo gigantísk og nú er ekki með neitt punkt en ég mæti samt inn í Breiðholtsskóla og það er bara komu allir með eitthvað svona matað heiman og meiri hluti krakkana frá einhverju öðru landi sem fyrir Garðaskóla og það er bara svona örugglega svona 5 milljón króna extons við og bara klöpt upp og ég og herran Hetsmjör og DJ og eitthvað svona og ég var bara komið með mér eitt svona kvöld og segið mér að fólk fái upp tækifæri í alvöru talað. En ég held að punkturinn sem ég reyna að koma með er það, mér finnst þess að verða að vera eitthvað svona kvóti á það hversu margir útlendingar sem tala ekki íslensku og eiga eftir að fá hjálp við að læra íslensku ekki setja alltaf sama punktin og byrðu bara til massíft vandamál bæði fyrir börnin sem eru að koma og börnin sem eru í skólanum og kennarana og bara streita og vesen og þannig að þú veist, en er ég með lausnina? Nei, það eru stjórnmálamenn sem eru að vinna við það að finna út af því, skilur við. Já, en vandinn er líka að þeir eru ekki heldur með lausnina og ég talaði þetta við Pétur Martinsson sem er alveg mjög svona frambærilegur með svolítið svona, eins og segi, woke skoðanir, en það er alltaf Ég veist allt woke, er það ekki? Nei, er það ekki svolítið svona þér myndi finnast hann pínu woke, sko. Er það? Já, ég held það. En hann er mjög fín og en þar einmitt fórum við inn á þetta og hann svona, þú veist, einmitt var á svona svolítið sömu hugleiðingu bara svona, hvað leysum við þetta ekki bara? Þú veist, hvað erum við að rífast? Leysum þetta bara. Já. Og ég meina, þú veist, hann og svona Kaffi Vest hefur náttúrulega verið svolítið í deglunni. Ég meina, Stefáninn var eitthvað að gera grín á honum fyrir það að þegar ef að flóttamannastöðu kemur fyrir framann Kaffi Vest að þá einhvern veginn myndi náttúrulega allt fara á límingunum. Og þú veist, ég er vesturbæingur og þú veist, það er bara annað fólk þar, þú veist, það er pínu svona garðaskóli, skilur við, það er svona fólk sem að segja bara herðu, við getum bara að redda þessu öllu svo lengi sem þetta kemur ekki til mín. Er það samt að því sem ertu bara með Jóðallhúsið og En hvað gerist í Jóðallhúsinu? Veit það ekki, og ég þekki það ekki. Í Jóðallhúsinu þá var sagt að það ætti að hýsa 400 hælisleitendur og þá fóru náttúrulega bara allir í nærumhverfinu að brjálast yfir því að það ætti að gera þetta og þar að leiðandi var náttúrulega bara skorið á það það eru einhverjir, það eru bara konur og börnin þeirra en það var skorið á það að það er komin til dæmis tölverðin meiri fjöldi. Það er svolítið, ég meina ég hef hitt sumt af þessu fólki sem er til dæmis eins og í Jóðallhúsinu og mjög bara, þú veist, almennilegar konur sem eru þarna en hins vegar ef það kæmi til dæmis stór skari ungra karlmanna að þá væri umræðan bara allt öðruvísi. En mér finnst svo fyndið, þetta er eins og tökum sem dæmi aftur, þetta dæmi sem ég sagði hjá Gísla sem ég var eitthvað svona, hei, við skulum ekki segja þetta Ísland fyrir Íslendinga og Íslandi fyrsta sæti, þá fæ ég strax komment sem eru, já, vilt þú ekki bara fá tjöld í garðiðin? Og ég leið, nei, ég hef aldrei sagt neitt slíkt og er í raun og veru aldrei tjáð mig sko, hvað mér finnst hverjir eru að koma og hverjir eru að fara. Ég komur reynda með eina geggjaða pælingu, sko, sem við ættum að loka landamærunum í báðar áttir.
bara að meðan við erum að finna út úr þessu, það er bara, herrið, ok, núna er bara vandamál, það er bara, þið geta ekki farið til Tenerife, þið geta ekki komið hérna, bara fuck you, skilur farið aftur hvaðan sem þið eru, Ísland er bara lokað og læst, en ég er ekki komið með þessu pælingu lengur en þetta, en gæti verið eitthvað, æventýri, en mér finnst þetta bara svona, veist, mér finnst þetta vera bara svo eldfimt núna að við getum ekki rætt þetta en á sama tíma, þú veist, hvað hefur fyrir þér í því að allir segi ekki koma með þetta hinga, af því mér finnst það líka vera smá að setja af því ég til dæmis býð hana hliðin á, ég hef aldrei tjáð mig til dæmis þetta og ég held að bara enginn í blokkinu minni að við tjáðu sig þetta Nei, en að maður verður líka að passa sig að ég get ekki fullurt að það sé allir en ég veit að það eru mjög margir sem ekki spenntir ég veit, en síðan kannski líka eðlilegur faktor að hérna ég til dæmis bara mikill talsmaður þess að við gerum meira fyrir fíkla það er annað en þú veist, ég veit það en þú veist, síðan spurðu mig hérna, já ok, viltu þá fá hérna gistiskíli í göttuna þína og ég alveg, nei, en þú veist, ég vil samt að það séu gistiskíli bara ekki á mér ég veit það og auðvitað er þetta vandamál og þarna, en mér finnst ekki sko, það er svo auðvelt að henda þessu undir eitthvað, þetta er vók þetta er ekkert vók, þetta er bara mannlegt eðli að reyna að finna út úr því bara hvað getum við gert, okkur langar að hjálpa fólki, okkur langar að vera góð og ég held að í grunninn viljum við að öðru fólki líði ekki illa en á sama tíma erum við svo sjálfhverfar verur að við oft einhvern veginn viljum dálítið svona koma með hugmyndir og aðrir kannski bara græði þetta, fara út með ruslið eitthvað. Þú ert með þitt eigið hlaðvarp. Já, það er alls ekki svona. Nei, það er bara að tala um transmál Ísrael-Palestínu útlendingamál og fíkla. Já. Nei, hérna, þar fékkstu Mána Pétursson einu sinni og ég hlustaði á það. Fekk ég? Já. Fór ég ekki til hans? Fórst þú til hans? Já, hann lítur að vera, af því sko podcastið mitt sem heitir Podcastalinn, eða eitthvað langar að slökka á heilanum á okkur, þá setið það á Podcastalinn. Það ræðið við bara ristabröðu og eitthvað svona. Sko. Ok, þannig að þú getur hafa farið til hans. Já, alveg 100%. Já, hvað rættu við þar? Þar voruð að tala um að vera bindindismenn. Já, sem ég er. Já, ég veit það. Og hérna, þið voruð að tala um svona, þú veist, hversu gott að vera frjáls frá áfengi og svona. Já. Og hérna, sko, út af því þú talar um fíkla. Já. Núna er önnur heit kartöfla sem að snýr að, þú veist, skaðamengandi úrræði. Bring it. Já, nákvæmlega. Já, takk. Já. Nei, skaðamengandi úrræði og svona hugleggingum það, þú veist, hvernig að takast á við fíklina, AA og allt þetta. Já. Þú veist, og ég verið að velta þessu fyrir mér, bara allir sem ég þekki, út af því að það er líka í hnefaleikunum og öðrum, það eru mjög margir bindindismenn sem að bara, þú veist, urðu bara allir fíklar í einmitt bardagíþróttirnar og fóru bara alveg hardcore í þær og þeir segja allir við mig, eða flestir það er svona góða punktur út af því ég þarf vel að venja mig á þess að allir já, maður verður að því að þá get ég nelti á því já, bara tölfræðilega meikar ekki sens, þetta er bara hárrétt hjá þér og hérna, og ég hef verið að velta þessu fyrir mig, það er mjög margir sem að segja við mig heyrðu, ef þetta skaðamengandi úrræði og svona gistiskíli og fleira þannig að það sé auðveldur að vera í neyslu ef þetta hefur verið upp á tenninginu þegar ég var í neyslu og það er margir sem er í bardagi sem voru í mjög harðari í neyslu þeir segja allir, ef ég hef fengið þetta þegar ég var í neyslu þá var ég 100% ennþá í neyslu ef að neyslan hefði verið gerð auðveldari fyrir mig þá var ég ennþá í neyslu Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma. Á heimasíðunni ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Sem svona bindismæður, hvað er þitt take? Mitt take er að þú getur ekki sagt what about og verið með eitthvað svona what about ef að þetta hefði gerst þá hefði þetta gerst af því við getum ekkit það er ekki að alhafa um það nei, við getum ekki sagt til það hvernig þetta er ég sko, náttúrulega kannski flókið fyrir mig að svara þessu nákvæmlega því að neysla fólks er mismunandi
sumir eru að sprauta sig eða reykja krakk eða ég var bara ég var sjálfur mér vestur sko og þurfti að finna út úr því bara sjálfur hvað ég vildi gera. Ég er algjörlega talsmaður skaðaminkandi úrræða en mér finnst alltaf lagi samt að setja spurningamerki við prófum hluti og eitthvað sem virkar ekki að við bara drögum það tilbaka en eins og bara til dæmis lögleging neysluskammta held ég hafi frábær áhrif á allt og alla af því hvað gerist þegar þú handtekur fíkil sem í neyslu og fer að sektan eða fangelsan eða refsonum fyrir það að vera veikur og á sama tíma langar mér samt að segja að og tökum sem dæmi bara einhver nonni sem var alltaf vondur við konuna sína eða bara vond manneskja tökum aðeins svona bara hræðileg manneskja í lífinu og ég samt ekki eitthvað hann er veikur hann þarf að taka ábyrgð á sjálfu sér við getum útskýrt það er að finna útskýringu á því af hverju hann leiddist út í það að vera svona manneskja en hann getur ekki sagt við mig ég er bara alkohólisti og þess vegna lét ég svona hann þarf að axla ábyrgð á sér en ég held að það sé miklu betra að við grípum utanum fólk og aðstofum það og reynum að koma því á réttu brautina og ég heyrði einmitt smá varst ekki þú sem varst að ræða við hann Guðmund Fylkisson já, sem er lögreglumaðurinn sem hefur verið að finna krakkana að ég fengi að kynnast aðeins til dæmis frú Ragnheiði bara þekki frænka mín ég held ég sé ekki fara með ráttmáli ég held að hún hafa stofnað þetta Helga Sif var allavega stór faktor í því og er doktor í geðhjúkrun og hefur verið að sko sér af þessi mikið í málefnum hvað var það fíkla og er búin að kynna sér mikið hvað getum við gert til þess að vera með skaðamingandi úrræði og með líka bara aukinni neyslu til dæmis á ópíóða og alls konar dót þá ég held persónulega að sé betra að við séum með yfir umsjón yfir því ég þekki fólk sem hefur dáið úr því að taka vittlaus efni bara fengi hjartaáföll og það er, þú myndir ekki trúa í hversu margir úr edrusamfélaginu deyja detta í þá deyja þetta eru crazy tölur Já, ég hef mist 2 vinni þannig Já, og þá spyr ég mig er ekki betra að væri ekki betra að við værum með bara annarkvort ríkið eða einhver myndi vera með yfir umsjón með því að fólk gæti þá sótt sér hrein efni eða gæti ég látið testa efni sín mér finnst það hvort það getur sótt sér, ég veit ekki hver skoða mín á því ég hef ekki kynnt mér að nóga mikið en þegar ég var að sækja mér eitthvað stöff á djamminu ég veit ekkert hvað var í því skilurðu, eða bara úr hvaða raskati það kom skilurðu, og þegar fólk er í djúpri neyslu þá er það ekkert að spyrja sig hvort það sé fentanýl í draslinu eða hvað er búið að þynna það með og það er alltaf að koma fleiri og fleiri hræðileg case þar sem að fólk er að deyja eða næstum því að deyja er að fá eitthvað vitlaus efni í sig ég heyrði til dæmis umræðina sem þið voru með varandi upplýsingaflæði til foreldra, krakkar sem er í neyslu og svona ég hef í raun og veru ekki skoðun á því og ég get ekki tjáð mig það því ég hef ekki kynnt mér að nógu mikið til þess að vita hvar mér finnst að vera en á sama tíma finnst mér fullkomlega eðlilegt að fullorðin manneskja sem er í þeirri hræðilegu stöðu að vera orðin fíkill og þetta er ekkert grín þegar manneskja er komin í sprautuneyslu þetta er ekkert eitthvað svona, akkur hættir hún ekki bara þetta er þið öll sem eru með þessa skoðun og noti nikotín, hættið að nota nikotín í 3 daga og segja mig hvernig það gengur í alvöru tala, hlutfallið af þeim sem hætta að nota nikotín og reyna það sjálf án þess að lesa ykkur að bók það er bara yfirgnæfandi líkur á því náðið ekki að því það byrjar eitthvað að kýtla í blóðin eitthvað sem segir bara þú verður að fá nikotín núna og ímyndaður ef þetta er hugbreytandi efni og eina huggunin í lífinu þínu þú ert komin á þann hræðilega stað eina huggunin í lífinu þínu er að ná þér á venjulega staðinn þannig að ég er alltaf talsmaður þess að við reynum að gera eins mikið við erum búin að sætt okkur taki sátt áfengisfíkla
sem náttúrulega bara líka eitulega neysla. Ég ekki á mótinni, ég ekki á móti að fullorðið fólk fari og fá sér áfengi eða drekki en ég vil að við förum að trýta önnur efni bara svipað, að við séum ekki, það ekki þessi veiki, hann alkoholisti, en þessi veiki, hann dópisti ræfill hérna, en þessi umræða er samt búin að breytast helling og ég finn alveg, það miklu meiri skilningur, en ég held að það komi með til dæmis skaðamingandi úrræðum eins og frú Ragnheiði, að við tökum meira í sátt og við sjáum aðeins meira að þetta bara fólk, en leið og við skrimslavæðum fíkla, þá auðvitað verða þær horror og vondir en á sama tíma verð ég að segja að manneska sem í ástandi sem myndast út frá neyslu það ekkert kósi að fá það hliðin á blokkinu sinni, skilur þannig að ég skil það líka ég veit ekki hvað ég veit ekki lausnina, ég ekki með hana það ekki mitt jobb en á sama tíma ég get velt þessu fyrir mér og ég get sagt hvað ég held að við eigum að gera, það til dæmis galið hvað langur biðtími og vók í afeiturinn, það bara galið ég held í alveg tala að fólk að bíða stundum mánuðum saman, sérstaklega að fara í annarskipti þannig að klárlega vantar einhver úrræði til þess að sporna við því að einhver sem komin að þennan stað hann þurfi ekki að bíða ég náttúrulega þekki ekki biðtíman segjum mánuð, segjum 2 Hann allavega nægilega langur að fólk sé að kvarta mikið yfir í Já, alveg mega og hver var upprunalega spurningin með bara, við vorum bara að velta hugleggingum skaðamengandi úrræði sko. Ég held að með skaðamengandi úrræði ég held bara að þessi tvíeggjasverð ég held pínu, eins og þú varst að tala um umræðina hún búin skána og hvað þannig ég held líka mínu að eins og læknatóp og annað sko, eins og þú veist hvernig píratar voru að tala um þetta á sínu tíma hvernig var það? Það var bara svona meira svona, ég meina eiturlyf, ég meina þetta heitir bara vímuefni þú veist, ég var alltaf að segja þú veist, ef við ekki bara byrja þú veist, kalla þetta fæðabótaefni skilurðu því að fólk var einhvern veginn, hvað, ekki kalla þetta eiturlyf, kalla þetta fíknefni, nei ekki fíknefni, nei kallum þetta vímuefni þannig ég sagði bara, þetta er bara fæðabótaefni en það fór alltaf pínu töðan á mér út af því að þau voru að tala um þetta svo galinn máta ég vil bara kalla þetta eiturlyf og ég fekk nokkra skammir frá þeim mitt en það má alveg kalla þetta eiturlyf en þetta eru eiturlyf já, þú veist, tölum þá líka bara áfengjar það líka, skilur og við getum að tekja þetta lengra nei, ég ekki til að setja máli, ég fyrir mér þetta hugbreytandi efni efni sem nikotín finnst mér það klárlega eiturlyf en það ekki vímugjafi, skilur það ekki, þú fer ekki breytt ástand að ég að nota, veistu hvað ég að tala um? Já, en þú fer einhvers konar vímu samt þó hún sé ekki já, en þú fer ekki nikotín víma þú tekur í vöruna og keyrir á staur, skilur það er ekki þú þarft ekki að fara í bílinn eitthvað það er alveg sljókandi sérstaklega í fyrsta skipti já, eitthvað en ég alveg sammála og síðan erum við alltaf að velta fyrir okkur hvað orðið við erum að nota og við erum og ég veit að eins og skilgreiningi þín að einhver leita á einhver svona vóki að þegar við förum að takmarka hvernig við megum tala og þú fer að reyna að gera skrimslu úr mér að því ég sagði óvart eiturlyf í staðin fyrir eitthvað og fer að peppa múgin en ég finnst þetta vera orðið svo rosalega stórt og vítt hugtak þetta orð Þetta er bara slík óbylgirni gagnvart ólíkum sjónarmiðum að þú ert tilbúin til þess að siga múg á viðkomandi fyrir það að hafa þá skoðun. Það er rauninni ekkert víðar en það sko og svo getur náttúrulega bara tekið inn fullt af málefnum. En af hverju, mér finnst það svo fyndið að festa þetta alltaf með vinstri því mér finnst þetta er ekki vinstrið? Nei, mér finnst ég vera að horfa á þetta líka alveg úr hinni áttunni 100% eins og bara sem dæmi þegar ég fer í eitthvað viðtal og það er tekið úr samengi og það er reynt að svona eitthvað, ég er ekki alveg með dæmið þarna nákvæmlega en það er woke hægrið, ég get tekið undir það sko. Já, það er 100% sko. Það er mjög margir sem gerir, Pétur Marteinsson gerði þau mistök líka sko, hann sagði bara, af hverju er þetta alltaf vinstrið? Ég sagði bara, vinstrið hefur bara verið mjög gjarnt á þetta undanfarin ár, en aftur á móti eru hægri menn alveg að peppa þær fyrir þessu eins og í Bandaríkjunum. Það er bara, ég veit alveg hvað það tala um, það er bara þessi tónn, það er tónnin sem er eitthvað svona
Hver ert þú? ef ég segi bara eitthvað svona shit maður, ég átti bara versta dag í heimi og það er bara, átti þú versta dag í heimi ertu sem sagt að segja að frænka mín og ég alveg, nei að þú veist, ég veit, það er það sem að mér fannst vera svo fyndin umræða á tímabili þegar það var alltaf að vera eitthvað svona vera að trompa og sagðir eitthvað Fórnarlamsvæðinguna. Já, kannski bara fórnarlamsvæðingin er kannski alltaf gott orð yfir það og ég er búin að fá að upplifa þetta svona stundum ekki ennum uppistandið það er nokkur búin að kvarta yfir mér sko og allir fyndið að Hvað ert að grínast? bara allt bara, þú veist, gera gríni sjálfur mér og þú veist, fólki með talgalla og síðast var ég með brandarann blinda og þú veist, bara alls konar en þú veist, allt einhvern veginn held ég samt á okkurum fallegum grundvöldi að við séum bara eitthvað að djóka sko ég var með þess að lauma ég testaði eitt transparandara sko hann var bara ekki nóg að fyndin, ég ætla að heiti Gauti Þeir og ég var að reyna að koma brandarinn var einhvern veginn svona á þá leiðina bara eitthvað svona, herri, ef þið ætlaði eitthvað að fara að reyna að cancela mér fyrir að vera ekki þú veist, þá er ég búin að vera partur af þessu samfélagi miklu lengur en þið öll til samans ég heiti Gauti Þeir, var skýrði fornafni Mér finnst þetta mjög góð brandari hann er aðeins svo flókin fyrir fólk veist, og situr og að drekka og þetta er alveg svona árið svona það var svona kannski veist, 30% sem alveg svona ég er skellt upp úr já. Nei, ég meina, mér finnst það mjög fyndið en þetta er sko veistu, þess vegna hefur mér fundist svo lítið sérstakt bara eins og með leiklistar svona, svo ég kalla elituna og svona ákveðin mengi listamanna sem að hafa mitt leyft svona, og ekki leyft bara farið svolítið verið í forsvari fyrir slíka baráttu þar sem að, og ég veit alveg að þetta var alltaf með vandamálina leikhúsuna þar sem að fólk innan leikhúsins hefur sett sig í samband við mig og þegar eitthvað, herðu, já, hérna, þú veist svona og svona, þessi er búin að vera hérna að tala það að með ekki tala svona hlutina og þá bara einhvern veginn gegnsýri það allt listamengið. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem að það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og ég einhvern veginn hugsað bara, þú veist, bara eins og með skoðanir MeToo eða transmálin eða Ísrael-Palestínu eða hvað sem það er, að það er ekki endilega að fólk mátti ekki vera á ákveðnum skoðunum einu sinni, það var jafnvel bara að fólk mátti ekki einu sinni velta upp spurningum um ákveðna hluti. Og ég einhvern veginn, hvaða áhrif hefur þetta á listalíf ef þessu er leyft að einhvern veginn gegnsýra allt sem við kemur tökum þetta með leikhúsið? Sko? Já, auðvitað er slæmt, en á sama tíma held ég að mér finnst svona oft verið að tala þetta eins og þetta hafi verið einhver svona byltinga fólki sem hafi viljað þetta. Ég held bara að eins og með allt að við gerum eitthvað sem samfélag og síðan byrja bara boltinn að rúlla og við erum öll einhvern veginn partur af einhverju bla 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 og síðan föttum við bara á einhverju tímapunkti bara svona, heyrðu, ekki þetta, skilurðu? Og mín upplifun er náttúrulega líka svo að ég er að upplifa þetta dálítið í hináttina núna, þú veist, mér finnst líka vera boltinn vera dálítið að rúlla áfram af einhverju svona Ísland fyrst. Já, og ég er bara verður þú ekki bara peppað fyrir því? Ég við að segja að ég er ekki þar ég svona auðvitað vil ég að Ísland sé frá og ég er mikill bara aðdáandi þess að við höldum íslenskan það sem gerði mig að mér þó svo ég sé alveg taki síðan allt og slítið sundur og noti ensku orð en í grunninn er náttúrulega rapp bara þetta er amerískt listform sem að við bara tókum menningarnámum þetta er menningarnám bara og það er til dæmis hlutur sem að ég man að það er hlutur sem ég man að ég þurfti einhvern veginn að meðtaka sem skoðun eitthvað svona einhvern tímann þetta er fínt dæmi, ég var einhvern tímann í
ég var í Harmageddon og þeir voru að ræða, þeir náttúrulega voru alltaf hvassir í skoðunum og ég alls ekki alltaf sammála öllu, en þeir voru að ræða eitthvað svona fléttur, eitthvað að hvíta stelpur mættu vera með fléttur og ég í þættinum og ég svona tek bara undir þau, já, maður ekki vera með fléttur og ég takka þær í einhverjum póstum og ég enda á því að beðast afsökunar á því, eitthvað svona þetta ekki það sem ég myndi en í grunninn var mér eiginlega alveg sama fléttur en þú veist, þá var ég farin einhvern veginn svona meðtaka einhverja skoðanir sem ég hafði ekki til þess að þóknast öðrum einhvern veginn, en á sama tíma ég samt það var ekki alvöru afsökun. Já, jú, þú veist, að því að ég held kannski ég hefði sært eitthvað og kannski gerði ég það og kannski var þetta alltaf leið þá, en á sama tíma við verðum samt að passa okkur líka, veist, við erum ekki að fara að hendi í N-orðið, skilur, það bara sumt líka bara, hér eru bara leikreglur, svona eru bara leikreglunar og þær eru bara svona og við verðum líka einhverju leiti að fylgja því og við erum ekki með blackface heldur, það bara, þú veist, og þú ert alveg sammála með það líka. Ég hef notað N-orðið hérna í réttu samhengi hérna margóft, sko. Og þá var ég í rauninni, nú verður þið cancela rækileg. Nei, ég meina, þú veist, þegar vinur minn var hérna kallaður það, bara daginn. Ég meina, ég sagði N-orðið, hvað, síðustu svona 6 þáttum, ég verður sagt það svona 8 sinnum, sko. Já. En bara út af því að félagi minn var kallaður það. Já. Í þætti. Hvítugur. Já, nei, frá Marokko. Já. Í röð af Átó. Já. Ég ætla að sleppa að nota það núna. Ég vil ekki að segja það. Ég vil ekki að setja það hendi í N-orðið þetta með mér, sko. En ég meina, hann var kallaður það og ég bara þoli ekki þegar mér sagt að ég nota eitthvað ákveð orð. Já. En ég ætla að hlífa þér. Já, en ég skil samt að, máli, sonu minn, hann 6 ára. Hann kom heim daginn, hann sagði, pabbi, hvað N-orðið? Og ég var ekki eitthvað, ekki segja, og ég var bara, gaur, það bara þetta og við segjum það ekki og við segjum það alls ekki með E og R í endan, það bara bannað, sko. Og ekki við svartfólk, mér finnst líka bara, þú veist, þegar fólk að tala til mig, sérstaklega með Íslendinga, ég meina, sjálfsögðu þetta einhverju leiti, náttúrulega nærtækt út af Bandaríkjunum, það sem þeir voru að kalla það, hér á Íslandi annað sögulegt samhengi sem allt bara ekki til staðar, en allavega við sjálfsögðu notum ekki til dæmis við svarta mannesku og sérstaklega ekki niðrandi tilgangi, en þegar einhver til dæmis kallaður það og ég að segja frá þeirri sögu, þá ætla ég ekki að gefa eftir til þess að vera einhvern veginn að þóknast einhverjum vókskrýl og það líka út af því að ég eiginlega ósammálaður þannig, ég ósammálaður þannig og minnst fyndi að kalla það, þú basically að kalla mig vókskrýl núna en þú veistu hvað tala þú ert heldur ekki hérna nei, ég það ekki og þú myndir segja, ég væri ekki bara shit það sem þáttum aldrei koma út og ég ætla meira að segja þér að ég meira að sko leik mér aðeins í uppistandinu svo leið, ekki gera þetta klippu á eðlugur og brandarann, en fólk sem hlustar, það alveg gaman. Ég segi sko einn brandarinn ég segi það er svo erfitt fyrir mig eftir að byrja að missa hárið að ég líti út þessu nínasasti og það var sérstaklega erfitt fyrir mig að ég hitti mann daginn og ég ætla með þetta lúk og hann heitir íslenska kallmannsnafnu Hnikarr og ég fór náttúrulega bara allir í kerfi sko og ég segi sko, dóttir mín, hún getur ekki sagt hnífur, hún segir nífur, hún getur ekki sagt nöttur, hún segir nöttur og þegar hún ætlaði að fara að ávarpa Hnikarr þá bara, ég sagði bara stopp Stella, stopp þannig að ég veit þetta alveg, þú veist það geggjaði brandari. Já, ég veit það ég veist ekki að vera svona góður þarna kom bara eitthvað svona og ég man, ég hitti góður það er alvörunafn. Heitir hann Hnikarr í alvörunni? Já, með 2 r-um googla þetta ég ætla að googla þetta fyrir þig þetta sko, ég sá þetta og ég var alveg, herðu, ok þetta bara, sko, hérna tjekka, íslenska kallmannsnafnið ég veit það, þetta er galið og ég, sko, síðan var ég bara ég var að keyra og ég alveg svona hvernig get ég látið þetta make a sense án þess að segja það ég vil ekki segja það og mér finnst það ekki vera partur af og ég segi alltaf á uppstandinu, nú ég að fara að segja brandi, ég vil beðja ykkur að maður endurtaka ekki það sem ég að fara að segja en á sama tíma þannig að ég að leika mér að
eldinum en þetta, og síðan eins og uppistandar eiga að gera já, og sem þú veist og það er listform það er það sem að en ef ég myndi fara bara inn og segja bara hendi í orðið og það væri bara, veistu hvað ég tala um það, í grunninn til þess að uppistand sé fyndið, þá verður að vera fyndið þá verður að vera fyndin til þess að virki, annars ertu bara eitthvað weird og segja weird hluti en eins og þetta að því þetta verður svo clever þá og brandarinn kemur ekki fyrir að þú hugsar ég læt þig í raun og veru já, fyll í eðunar já. Og síðan stoppa ég bara brandarinn þannig og fer ég eitthvað annað sko. það er mjög gott, ég man líka alltaf þegar maður er kannski í kringu 22 ára eitthvað þá var maður alltaf að segja what's up, skilur hann hefur aldrei heyrt what's up hnikar, skilur já nei, það má ekki það er ekki að segja það já, ég var líka, upprunalegt djókur sem að mér fannst bara ekki nóg fyndið var sko að mammans tínir honum í Bandaríkjunum en getur ekki kallað á hann ég er ekki að fara að hála ísina en þetta er bara þetta er raunverulegt íslenskt kallmannsnafn og þetta er ógeðslega fyndið ég sá þetta sko ég var á Suðureyri og ég sá þetta nafn á Leggstein og ég hugsaði there lies my þetta er alveg svona já, en ég er samt þú veist eru leikreglur og leikreglan er bara svona þú veist að við getum ekki sagt þetta er ekki okkar menningarlega samengi af því að ég og þú og ég meina, mér langar að segja þó ég veit það ekki alveg, er ekki box líka er það ekki líka amerískt brest held ég það var eitthvað allt við höfum fengið, allavega síðan ég var barn síðan ég byrjaði að hlusta bara á Jurassic 5 þegar ég var 7 ára eða eitthvað þá hef ég fengið þær upplýsingar að þetta sé situation og að ég get ekki sagt að amerísk menning sé ekki partur af minni menningu eða minni þannig að ég spila eftir einhverjum ákveðnum reglum og það, mér finnst allt í lagi þú veist, bara eins og þú veist, bara við bara bara hnerrum ekki á matin okkar eða eitthvað, ég veit ekki, bara eitthvað svona ég bjó í 2 ára í Bandaríkjunum og sko þetta er mjög fyndið ég fór bæði á Austurend og Vesturend Bandaríkjana þegar vorum í heimapartíi og það kom, þú veist, eins og lagið Mænika, skilurðu, sem að kemur sem að er mjög gott það er mjög gott lag, skilurðu en það er ekki hægt að syngja það lengur, skilurðu en þar er svo sagt, ég get ekki sagt, lagið heitir ekki My N-word, skilurðu en þar var ég með svörtum út af því að ég átti mjög marga svarta vini út af því að kærasta mín var frá Kólumbíu og er frá Kólumbíu en við erum fyrirvarandi og við vorum í einhverju húspartí og þar kom þetta lag og ég svona, þú veist þóttist eiginlega ekki vita hvað lag þetta var til þess að syngja ekki með en það voru allir að syngja með og það er mjög augljóst hver textin er og það er mjög augljóst Varstu eini hvítigurinn eða? Já og við vorum 2 eða eitthvað, 2 kærastar og þeir voru svo pirraður út í mig fyrir það þeir minnum þóttu að ég var að gera lítið úr þeim með því að syngja ekki með svona eins og ég var eitthvað að hlífa þeim svo aftur á móti ferðu á Vesturströnd Bandaríkjanna þar var ég Las Vegas og þar söng ég með þessu lagi og þá voru allir bara nei, skilurðu, þetta má ekki og örugglega að, skilurðu, ef ég væri á skemmtistað á Austurströndinni þá myndi ég örugglega ekki heldur vera eitthvað þú veist, Nei, og auðvitað ferða líka bara eftir hóp ég meina, þú þekkir þetta bara þú segir mismunandi bara spjalli sem ég á við besta vin minn á Facebook hlutinni sem við segjum sem eru hræðilegir skilur bara hluti sem maður verður líka að þekkja samhengið og þá verður maður alveg sem þú ert að segja, þú ert að velta upp fyrir eitthvað orðum ég verð hvorki móðgæður yfir því né get sagt eitthvað þú mátt gera þetta, ég kýs mér að gera það ekki að það er einhver bara, og líka bara rappkultúr og eitthvað sem ég er búin að meðtaka þaðan skilur ég er bara svona það er ekki my thing en á sama tíma finnst mér rosalega slæmt þegar fólk er farið að segja ef þú ert átinn að bát og ert að hendi í ennorðið og það er kannski svart fólk í kringu og þú ert farin að segja ég má segja þetta og meiri segja í samhenginu á að vera að syngja með ég má alveg syngja með hérna þannig að og mér finnst það kannski fara aftur inn á
svona útlendinga umræðina sem mér finnst að skapast meira og meira að fólk leyfi sér að tala til dæmis múslima tala ljótt fólk án þess að og þá ekki að tala auðvitað getur tekið eitthvað svona menningarlegan mismun og setja hann í samhengi við okkur og fara að ræða hvað gott og hvað slæmt og whatsoever þegar fólk fara að tala bara svona helvitis muslimana og þetta pakk og þá finnst mér að vera farin að alhæfa svo stóran hóp af fólki sem að mér finnst þá bara eiginlega alveg eðlilegt að tala heldiskvítingina, heldiskkristna fólki eða mér finnst þetta vera svona mér finnst umræðan eiga rétt á sér að ræða hvað hægt að beturbæta en mér finnst umræðan að mín hugsun alltaf þessi það eru börnana talið eins og séu börnana af því þið eru að tala börn líka það enginn að segja að sé ekki líka rotin epli og galli í kerfinu og allt það en við erum samt líka góð við fólki sem gott og látum þau ekki finna fyrir því að við séum að verða smá rasistars Nei, ég alveg sammálaður og þú veist, ég meina og svo við klánum kannski þessu umræðum hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég ekki að segja allir sem, sorry, ég verð að segja það, ég ekki að segja allir sem velta fyrir sig svona spurningum með það séu ósammála mér séu rasistar og mér finnst það finnst mér líka vera vandamál á vinstri vagnum hjá kannski þeim sem að ég held að ég hafi aðhylst meira skoðanir, það oft hent bara í, ég þoli ekki þegar einhver kallar Snorra nasista af því hann svo augljóslega ekki nasisti hann alls konar og hann alls konar gott hann líka alls konar bara skrítið stöf en hann ekki nasisti skilurðu, það ekki lýsingarorð sem að mér finnst það svo djúpt nei það svo grunnt það svo grunnt að segja það mér finnst það verið svo astalegt Já, nei og bara þú veist með bara þetta heldur ég meira þess að flúraði á mig Fredrik Douglass sem að var náttúrulega þess máttu segja og líka þess ég með ennorðið flúraði á mig Ég meira sem nokkra í viðbót ég með 6 svarta menn á upphandleggnum Nei, en þú veist Hvað þið með marga svarta menn Rasistir Nei, svo líka bara, þú veist, eins og þegar fólk til dæmis, þú veist, skammast í mér mitt fyrir það að segja ennorðið eða eitthvað þannig. Já. En ég náttúrulega alltaf setja í samhengi við, þú veist, það skíthall sem að kallar þennan svona. Já, þú veist, það þú veist, og ég myndi aldrei setja inn í öðru samhengi, en svo þetta líka bara, ég meina, þú veist, eins og þegar fólk gerir sér ekki grein fyrir því, til dæmis, Birth of a Nation ástæðan fyrir því að blackface slæmt. Já, sem ég veit ekki hvað eins og. Það vita það fæstir. Já. Það enn að fæstir að pæla í þessu sko. En þegar þú ferð að raunverulega að skoða af hverju blackface vont, það ekki bara því að svartir eru til og hvítumaðurinn til og hvítumaðurinn á ekki að vera impersonata. Það út af þessari mynd sem heitir Birth of a Nation, þar sem að maður var málaður, hvítumaður lék svartan mann, ég heldur hún hafi komið út 1923 eða 33, mann ekki hvort. Og þá einmitt skilurðu að þá þessi svarte maður þar sem að Ku Klux Klan kemur og bjargar konu sem að hann búinn að nauðga og það skilurðu og þetta mjög fræg mynd í alveg alla frelsisbaráttu þeldökkra og þess vegna blackface vont. Okay. Ég held að væri út af því að ég skildi þannig að hvítir voru fengið til að leika svarta og líka það, en aðalega út af þessari mynd og það hafi verið svona dæmi en mér ákveðs að segja eitt svona, talandi svona samengis dæmi og þó að ég sé ekki til í að hendi í the N-word með þér
að þá til dæmis fannst mér svo ógeðislega fyndið hérna, það var svona dót það sem ég hugsaði, ok, þetta eitthvað skakt og núna getum við flokkað sem vók. Það þegar það í ófærð 2 eitthvað, mannstu þetta svo atriði? Nei. Það eru tveir glæpamenn með lambúsettur sem eitthvað svona pína konu með hníf og annar þeirra segir eitthvað, ertu mongolíti? Eða eitthvað svona, segir eitthvað svona og það var kona sem skrifaði pistil þetta, að það mætti ekki nota þetta orð. Það nýnasistanir var að nota. Og Sigurjón Kjartansson baðst afsökunar, opinberlega, og ég hugsaði, það var samt ekki tala að það hefði verið menn að níðast á konu með hníf. Heldur var allt brjála og þar ok, núna kannski dálítið að tala í hring. Ég til dæmis á því að við eigum ekki að nota þetta orð í dagsdagslegu tali, af því við erum búin að það sem við gerum að hvað hét aftur sko, ekki að vera þroska eftir heldur á undan því, það var eitthvað svona það var bara fáiði held ég félag þroska eftir, var ekki þannig? Jú, við notum alltaf þessi orð og þegar við byrjum að nota þessi orð í niðrandi merkingu aftur og aftur þá náttúrulega viljum við skipta orð fyrir fólkið og ég skil alveg til þess að við notum þetta ekki, en þarna var verið þannig var leikari að leika vondan mann með hníf sem á að vera rosa heimskur, en það samt einhvern veginn gripið að hann hafi sagt þetta orð og gert eitthvað svona, þið megið ekki skrifið inn í handrit. Þar var ég alveg svona dálítið ringlaður, svona, býtu hvað? En þetta bara fólk sem búið að heimta að vera móðgað allan daginn og eru iðjuleysingjar sem hafa ekkert að gera annað en að kvarta yfir því hvað það eru ómögulegir. Þetta eitthvað smáhópur sko. Og við förum alltaf á límingunum. Já, en mér finnst sammála mér. Ég ekki sammálaður, af því mér finnst veistu hvað mér finnst þið vera grundvallar mistök í þessu þú ert að gera núna? Hvað? Það að í staðinn fyrir að skoða þetta og segja hvað var þetta og af hverju og af hvað við erum að gera, hvernig getum við sýnt þessu hlýju og virðingu líka, þá finnst mér líka svo slæmt að fara á hinn mótinu og vera eitthvað, þetta eru bara iðjulausir aumingjar og af því að ég held að þú hefur pottið gert segur að vera vók einhvers staðar, ég veit ekki hvað 500 þætti, milljón stöðum 100% og við eigum það til að sko, hvað við segja, taka hlutum of persónlega og þess vegna langar mig aftur að nefna bókin Lífsreglurnar 4, besta bók í heimi. Þetta eru bara 4 lífsreglur, eina af þeim ekki taka hlutum persónulega og ef þú getur komist á þann stað, tala flekklaust, ekki taka hlutum persónulega, man allt í henni ekki þriðja og síðan bara reyndu að gera alltaf þitt besta. Þetta eru bara svona hlutir sem eins og þetta, ekki taka hluti persónulega, þó að einhver hafi sagt mongolíti inn í einhverjum þætti, þá var enginn endilega að tala að dóttiðin eða manneskjan sem að bla, skilurðu. Þú veist, við eigum bara til að taka hluti úr samengi og fara að gera það á einhvern veginn að okkar. Þú talar virðingu. Já. Ég ber ekki virðingu fyrir þessu. Nei, og líka virðing bara orðið eitthvað orð sem við notum yfir bara allt. Virðing alla jafna hefur verið bundið við það og gerir eitthvað virðingavert. Já. En fólk aftur á móti hefur svolítið yfirfært þetta yfir á það að virðing eigi að vera bundin við bara svona ákveðin bara fyrirtækjastillingu af mannesku sem að gerir ekki neitt en þú þarf bara að bera virðingu fyrir því hvernig hún er og ég mér finnst þetta ekki virðingavert. En má ég taka dæmi og nú ég ekki að setja mig í fórnarlambarstöðu en ég ætla að nota þetta sem einhvers konar útskýringu. Systir mín eignast barn sem heilkenni, heitir Rubinstein type. Þetta er sjaldgæft en þetta er ekkit alvarlegra en bara Down syndrom til dæmis, þó þessi sjaldgæft. Eftir að hún eignast stelpuna sem heitir Sól, best í heimi, þá fer ég að taka eftir því að ég nota orðið þroskaheftur miklu meira en ég hélt. Og ég að bösta sjálfa mig við eitthvað svona að sitja inn í herbyggi með stelpunni sem er fötluð og vera að nota, þú veist, eitthvað svona þetta fucking þessi flakkar er fucking þroska eftir, skilur, og síðan ég alveg fæsuna, á ég að vera að nota þetta og ég er ekki reiður út í fólk sem notar orðið þroska eftir en ég samt sem áður reyni sjálfur núna að beina orðinu eitthvað annað eða nota eitthvað annað lýsingarorð sem að
það sem ég er ekki að nota kannski hennar föllun til þess að lýsa einhverju sem er slæmt og nú er ég ekki að segja að þú er eitthvað En þetta er ekki virðing, þetta er nærgætni ok, en þú veist, ok, góð punktur góð punktur en þú veist en ertu ekki að gera það sama, ertu ekki eitthvað svona ekki nota þetta orð, nota þetta orð ertu ekki að gera það núna ég er bara að segja, þú veist, þetta eru aðrar mín skilgreining á orðinu virðing er bara ég skil ekki hvað við erum að yfirfæra hana yfir allt það sem að þú hefur gert en veistu bara hvað er að tala já, ég skilur hvað það tala en ég eftir á móti til dæmis það sem að þú hefur gert fyrir tónlistabransan það er virðingavert, það var proaktíft fattar við mér hefur bara fundist svolítið skrítið hvernig orðið virðing hefur verið í rauninni hagnýtt til þess einmitt að drepa niður svolítið umræðu getur þetta ekki dæmi? Þannig átti með aðeins á bara samhenginu af til dæmis bara fullkomið dæmi er heila það sem þú varst að nefna áðan það sem að Sigurjón Kjartansson þarf að biðjast afsökunar því að einhver nínasistar séu hann er í rauninni ætti hann að sýna nærgætni þar ég upplifi það ekki heldur að mínum að ef hann nærgætnin hefði verið bundin við það að hann hefði sleppt í og hugsað til þess það er kannski einhver sem að vill ekki að sé kallað mongolíti en ef þú ert að búa til vonda gaura í sjónvarpinu og þeir eiga að vera vestir nákvæmlega að því pældi þú veist ef að vondikallin í bíómyndinni drepur ekki eða lemur eitthvað eða notar hræðilega orð hvað er hann þá? Þá er hann bara góði kallinn nákvæmlega eitthvað vondikallin James Bond mynd en hann bara er alltaf að hjálpa öllum ég menn þetta er líka ótrúlega fyndið ég menn að DiCaprio er að nota N-orðið svona 1000 stöðum í Django og þú veist bara frábær mynd og maður er ekkert bara eitthvað gæti hann kannski verið rasisti? Nei skilur þú, sérstaklega líka þegar maður er að tala um þetta í samhengi við það að þessi skítalar sem er að kalla aðra, þú veist, feldögt fólk og öskra á þetta götu, að sjálfsögur það skítalar en það er ekki skítalar að vera að segja frá því en mér finnst þetta góð, sko, ég hef pælt í þessu einmitt með eins og að hann er að leika í myndinni það má ef ég er að syngja lag, það má ekki af hverju, veit ekki alveg ég veit það ekki, í alvöru talað ég, eins og í þessu tiltekna dæmi hef bara kosið mér að vera ekkert að velta þetta tiltekna dæmi böggar mig ekki það mikið í mínu lífi að ég get ekki sleppt því en hvað heldur ég gerir einn í bílnum skilur þú, hvað heldur ég sé bara all day skilur, ég er ekkert eitthvað passa mig í bílnum, skilur mér erst ógeðslega fyndið sem Theo Von sagði, hann sagði when I really feel the urge I write it down on paper and burn it ógeðslega fucking fyndið teik sko það var mjög gott en Gauti, þeim við verðum að fara að enda þetta þetta var mjög áhugavert við gerum þetta eitthvað aftur já, bara nóg að tala um en það ekki? Jú, bara let's go takk aðeinslega fyrir að koma og hanga til næst thank you sir